Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 20. júlí er 5. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er Kallið sem bjargar, send mig. Í lektíunni sagði Guð Jeremía að hann hafi valið hann sem spámann á meðan hann var enn í móðurkviði. Í pistlunum skrifar Pétur að Jesús sé hinn dýrmæti hyrningarsteinn sem Guð lagði í Síón, það er Jerúsalem. Og í Guðspjallinu þrengdi fólkið að Jesú, svo hann fór út í bát Símonar og kenndi mannfjöldanum úr bátnum. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Lúkasi 5. kafla. Nú bar svo til að Jesús stóð við Genesaret vatn og mannfjöldinn þrengdi að honum til að hlýða á Guðs orð. Þá sá hann 2 báta við vatnið, en fiskimennirnir voru farnir í land og þvoðu net sín. Hann fór út í þann bátinn Símon átti og bað hann að leggja lítið eitt frá landi. Settist og tók að kenna mannfjöldanum úr bátnum. Þegar hann hafði lokið ræðu sinni, sagði hann við Símon: Legg þú á djúpið og leggið net ykkar til fiskjar. Símon svaraði: Meistari, við höfum stritað í alla nótt og ekkert fengið, en fyrst þú segir það, skal ég leggja netin. Nú gerðu þeir svo og fengu þeir þá mikinn fjölda fiska að net þeirra tók að rifna. Bentu þeir þá félögum sínum á hinum bátnum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu báða bátana svo nær voru sokknir. Þegar Símon Pétur sá þetta féll hann á kné frammi fyrir Jesú og sagði: Far þú frá mér, Drottinn, því að ég er syndugur maður. En flendur kom á hann og alla þá sem með honum voru vegna fiskaflans sem þeir höfðu fengið. Eins var Jakob og Jóhannes, Sebedeu syni, félaga Símonar. Jesús sagði þá við Símon: Óttast þú ekki, héðan í frá skalt þú menn veiða. Og þeir lögðu bátunum að landi, yfirgáfu allt og fylgdu honum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er Kallið sem bjargar, send mig. Lærisveinar Jesú voru menn úr lægri stéttum. Nokkrir þeirra voru fiskimenn eins og Guðspjallið sagði og Jesús notaði bát til að fólk þrengdi ekki of að honum. Jesús hafði ekki enn valið sér lærisveina. Guðspjallið var á 5. kafla en í 3. kafla Lúkasar Guðspjalls skýrði Jóhannes skýrari Jesú í ánni Jórdan og í 4. kafla fór Jesús í samkunduhús gyðinga í Nasaret þar sem hann var alinn upp. Þar las hann upp boðskapinn úr Jesaja komu sína og sagði spádóminn hafa ræst. Þeir sem voru viðstaddir urðu honum reiðir, hröktu hann út úr borginni og ætlaðu að hrinda honum fram af brún fjalls. En Jesús gafst ekki upp, hann fór til Kapernaum og var svo vel tekið að fólki vildi ekki að hann færi burt. Og þá erum við komin að texta dagsins. Fólkið þrengdi að Jesú, það hungraði og þyrsti í fagnaðarerindið ríki Guðs. Það vill oft fara lítið fyrir raunverulegum tilgangi með komu Jesú. Hann sagði: Ætlið ekki að ég sé kominn að færa frið á jörð. Ég kom ekki til að færa frið, heldur valda sundrungu. Nýjar kenningar hrærðu upp í samfélaginu og leiðtogar gyðinga reyndu að hnekkja á honum. En Jesús hafði alltaf svör á reiðum höndum.
Á tímum Jesú lifðu menn í aðgreindum samfélögum eftir því hvaða trúarbragði þeir tilheyrðu og það var gjá á milli þeirra. Þess vegna segir Jesús að boðskapurinn sem friðarboðskapur valdi sundrungu meðal manna, sundrungu innan samfélagsins, þó boðskapurinn sameini þá sem taka við honum. Það sem var nýjung var að Jesús fór ekki í manngreinar álit. Hann talaði þar sem allir gátu heyrt, læknaði þá sem voru lægst settir og ef til vill fyrirlitnir og taldir syndugir. Hann bauð öllum að koma í Guðs ríki. Borgarbúa þyrsti eftir meiru og vildu ekki að hann færi burt. Og það freistandi að taka boð að ílengjast þar sem að manni vel tekið. En Jesús kom í ákveðnum tilgangi. Hann var sendur. Mér ber að flytja hinum borgunum fagnaðarerindið ríki Guðs. Til þess ég sendur, sagði hann. Hann kom ekki til að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa hann. Við erum kölluð til Guðs ríkis. Boðskapurinn kallið sem bjargar okkur. Kall sem við þurfum að svara. Við segjum ofta að sé óþarfi að finna upp hjólið. Það búið að því. En í trúmálum þarf hver og einn að finna upp sitt hjól. Hver og einn þarf að uppgötva frelsunar mátt trúarinnar. Og hver og einn þarf að samfærast og gróðursetja fræ trúarinnar í hjartanu. Því að þannig svörum við kallinu sem bjargar. Ég hef heyrt menn afsaka sig með tímaskorti og segja það nógur tími til að spá í Biblíuna á Hrafnistu. En það komast ekki allir á Hrafnistu eða halda heilsu til þess að íhuga trúna þar. Í lexíunni þegar orð Drottins kom til Jeremía og Guð sagði honum að hann hefði valið hann sem spámann, þá kvartaði Jeremía undan ungum aldri. Ég ekki fær að tala því ég enn svo ungur, sagði hann, og hefur þá væntanlega talið sig skorta reynslu. En það oft reynslan af heiminum, slæm reynsla, sem setur okkur skorður og rýrir traust okkar á góðum hlutum. Guð hafði valið Jeremía í móðurkviði, kallaði hann til starfa og þann sem Guð kallar til starfa styður hann til verksins. Og þó við séum ekki lærð í fræðunum, getum við leyft Guði að vinna í gegnum okkur, eins og Símon gerði þegar hann lánaði Jesú bátinn sinn. Með opnum huga getum við gefið Guði tíma og rúm til að breiða út boðskapinn í návist okkar. Við erum öll kölluð en til ólíkra hlutverka. Páll skrifaði í fyrra Korinthubréfi: mismunur á náðargjöfum, en andinn hinn sami. Mismunur á þjónustustörfum, en Drottinn hinn sami. Mismunur á framkvæmdum, en Guð hinn sami sem öllu kemur til leiðar í öllum. Þannig birtist andinn sérhverjum manni til þess að hann gerir öðrum gagn. Einum gefur andinn gáfu að mæla af speki, öðrum gefur andinn kraft til að mæla af þekkingu. En taki eftir þessu, sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu. Það hlutverk eða náðargáfa að taka við trúnni og rækta hana, því að kærleikurinn, friðurinn og fullvissan sem trúin færir hverjum og einum smitast til annara og gerir þannig öðrum gagn. Kall Guðs felst því ekki aðeins í því að vera í þjónustustörfum, heldur kallar Guð
á svar við spurningunni viltu fylgja mér? Og Páll skrifar að öllu þessu kemur eini og sami andinn til leiðar. Hann útbýtir hverjum og einum eftir vild sinni. Segir þetta okkur þá ekki að trúnni fylgi náðargáfa? Sú náðargáfa að sjá heiminn í nýju ljósi. Náðargáfa sem bætir umbyrðalindi okkar, eykur kærleika, veldur því að við erum sáttfúsari og fyrirgefum af heilum hug. Náðargáfa sem bætir líf okkar því við erum sáttari við okkur sjálf og aðra. Trúin er allt sem þarf. Í pistlunum skrifar Pétur: komið til hans, hins lifandi steins, og látið sjálf uppbyggjast sem lifandi steinar í andlegt hús Guði til velþóknunar. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af ungum aldri eins og Jeremía hafði, því Pétur skrifar: sá sem trúir á hann mun alls eigi verða til skammar. Þeir sem trúa eru orðnir hluti af útvalinni kynslóð, heilög þjóð, eignarlýður Guðs. Guð kallar á okkur úr myrkri heimsins til hins lifandi ljós og við svörum kallinu. Hornsteinninn sem var lagður í Jerúsalem verður okkur ekki hrösunarhella, heldur bjargið sem við byggjum trú okkar á. En þeir sem detta hann falla af því að þeir tóku ekki við boðskapnum. Já, þema dagsins er kallið sem bjargar, send mig. Jesús sagði að hann hefði verið sendur til að leita að hennu týnda og frelsa það, því Guð vill ekki að neinn glatist. Hann kom til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandningjum lausn og gefa blindum sýn. Sá sem íhugar boðskapinn uppgötvar að merkingin á bakvið þessar yfirlýsingar hjá Jesú er að sá sem á ekki trúna í hjartanu er fátækur í anda og blindur á boðskapinn ríki Guðs. Þannig að sá sem svarar ekki kallinu er týndur frá Guðs ríki. Hann er eins og týndi sauðurinn, hefur vilst burt. Góði hirðurinn kom til að kalla á sauðina sína. Hann vill verja þá fyrir óargadýrum, sjá þeim fyrir góðu beitilandi og ferskum lindum til að drekka úr. Sem sagt, gefa þeim áhyggjulaust líf. Sá sem svarar kalli trúarinnar öðlast áhyggjulaust líf í fullri gnægð. Jeremía hafði áhyggjur af því að valda ekki hlutverkinu sem hann fékk, svo að Guð sagði við hann: þú skalt fara hvert sem ég sendi þig, boða hvaðeina sem ég fel þér, þú skalt ekki óttast, því að ég er með þér til þess að bjarga þér. Sá sem hefur svarað kallinu hefur útvalið sig fyrir Guðs ríki og Guð er með honum. Guð hefur bjargað honum. Jesús var sendur af Guði til að kalla saman hjörð Guðs og bjarga hinu týnda. Sá sem svarar kallinu er ekki lengur týndur. Hann hefur fundið Guð og eins og þema segir, hann hefur heyrt kallið sem bjargar og svarið sem Guð vill heyra er: hér er ég. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.